Takk fyrir. Frábært að sjá okkur allir í dag. Mér skilst að það sé 800 manns að fylgjast með þessari útsendingu, þessu streymi, þessari stafrænu ráðstefnu. Og ég sannfærður það að ef ég myndi spyrja hvert og eitt ykkar og biðja ykkur eina persónulega sögu á borð við það sem Bjarni lýsti hérna áðan, að þið hafið staðið út í kuldanum í biðröð hjá sýslumanni, þið hafið verið að sendast með pappír þvert yfir bæinn á milli stofnana fyrir eitt stimpil. Þið hafið verið aðeins og sein eftir hádegi og föstudegi að hringja inn og símatími stofnunarinnar lokaður. Við eigum öll einhverja svona sögu. Og ég gæti sennilega talað í svona hálftíma að lágmarki bara mínar sögur af hinu opinbera. Hvort sem það eins og þú segir, rafrænar þinglýsingar, fæðingarorlof eða fleira. Við höfum öll lent í einhverjum svona sögum. En í dag ætla ég ekki að staldra við þessar sögur. Við ætlum að horfa til framtíðar. Og eins og Bjarni nefndi, við erum farin af stað hlaupandi, en við þurfum að hlaupa miklu lengra inn í framtíðina. Og ég ætla að tala í dag 3 hluti. Ég ætla að tala eins framtíðina og hvernig ég sé fyrir mér stafræna þjónustu hins opinbera í framtíðinni. Vonandi í sem næstri framtíð. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá stafrænu Íslandi og þeim leiðarljósum sem að vísa okkur veginn í okkar vinnu. Og ég ætla að segja ykkur frá verkfærakistunni sem við erum að búa til, stafræn verkfærakista og nokkur af þeim verkfærum sem við erum að búa til þess að auka stuðning opinbera aðila við stafræna þjónustu. Þannig ég ætla að fá að skyggnast aðeins inn í framtíðina. Hvernig væri það, í staðinn fyrir að vera að keyra á milli stofnana, að geta með raddstýringu verið í bílnum á Sæbrautinni á leiðinni í vinnuna og tala við stofnanir ríkisins. Farið strax á stað með ferlinn, tala íslensku við Ísland.is eða þjóðskrá, ríkislögreglustjóra eða hvaða stofnun sem er. Hvernig væri það eins og Bjarni nefndi á hann sem vann í þinglýsingum? Ef að í stað þess, og mér skilst að það sé staðan í dag, að það sé alltaf 8 vikna bið eftir því að endurfjármagna húsnæði og þar að vera biðin eftir þinglýsingum stór hluti. Hvernig væri ef það væri hægt að klára endurfjármögnun á húsnæði á einu kvöldi, alveg eins og það er hægt að klára greiðslumat hjá banka á einu kvöldi? Það væri bylting. Hvernig væri það ef það væri hægt að sækja fæðingarorlof og klára það strax? Ég á sjálfur 2 ára son og ég man mjög vel eftir því, það er stutt síðan, við hjónin vorum að sækja fæðingarorlof, svo eru tímarnir að breytast, við færum aðeins tímabilið og þá er maður að senda henn aftur, prenta út skjal, kvitta undir, að fá vinnuveitan til að kvitta undir og samþykkja, svo breytist tímabilið, þá þarf maður að gera þetta allt aftur, prenta henn, skanna, senda og svo framvegis. Við þekkjum öll þessi dæmi. Þess vegna er gaman að segja frá því eins og Bjarni nefndi, að við erum að vinna með Vinnumálastofnun og Fæðingarorlofssjóði að því að leysa þetta mál núna strax í haust. En hvernig væri það að fara lengra? Af hverju eru vegabréfin ennþá á pappír? Hvernig væri það ef ég ætlaði að sækja nýtt vegabréf, ég gæti sest fyrir framan tölvuna, tölvan tekur mynd af mér, notar myndgreiningatækni til þess að staðfesta ásamt stafrænum skilríkjum í farsíma, staðfesta hver ég og vegabréfið væri komið í símann. Þetta er framtíðin, að öll skilríki verða rafræn og við þurfum ekki að mæta í stofnun eða mæta í myndatöku til þess að fá þessi skilríki. Auðvitað er eitthvað í það að vegabréfið sjálft verður stafrænt, en þetta er framtíðin. Og við verðum að horfa á þessi lengri tíma stóru verkefni, horfa til framtíðar þegar við erum að vinna í þessum málum. Við heyrum einnig sögur af því að það sé bið núna á þessum erfiðu tímum sem við höfum verið að fara í gegnum, að það sé löng bið eftir því að afgreiða umsóknir atvinnuleysisbætur og þess háttar hjá Vinnumálastofnun. Þetta er annað flott verkefni sem við stefnum á það að vinna með þessum öflugu stofnunum að því að vinna og bæta og gera okkur kleift að klára öll þessi mál í sjálfsafgreiðslu í símanum. Og nú spyr ég ykkur, hvenær verður svo dagur að ríkið einfaldlega hætti að prenta og senda út bréf? Það er ótrúlegur peningur sem fer í það, í fyrsta lagi að prenta bréfin, umsýsla starfsmanna við það að setja þau í umslög, fleira þeimdur,
nú síðan póstburðargjöldum við að senda þetta. Þannig að ég segi hvenær verður síðasti dagur. Ég hlakka til þess dags að við ýtum á print í síðasta sinn hjá ríkinu. Mig dreymir líka það að allar stofnanir tali saman. Við finnum virkilega fyrir því í okkar starfi að stofnanir ríkisins sem eru 163, þær vilja mjög vel. Þær vilja, við finnum þannig meðbyr, það eru allir á þessari vegferð að vilja komast áfram í sínum stafrænu lausnum og bjóða góða þjónustu. En það eru allt of margar hindranir, hvort sem það lagaumgjörðin, hvort sem það eru gögn, hvort sem það eru gömul kerfi og tól sem að koma í veg fyrir það að við getum hlaupið eins hratt og verið raunverulega viljum. Þannig ég sé fyrir mig framtíð þar sem stofnanir deila gögnum og tala saman í rauntíma hvenær sem hvar sem Og hvað þýðir þetta? Þetta þýðir auðvitað það að í stað þess að vera orðinn of seinn eftir hádegi á föstudegi að hringja og fá afgreiðslu á sínu erindi, þá get ég hvenær sem allan sólarhringinn, allan ársins hring, hvar sem ég staddur í höfuðborginni eða út á landi eða ekstra út í heimi, ég get alltaf afgreitt mig sjálfur eða sjálf í sjálfsafgreiðslu beint á netinu. Þetta sú framtíð sem við viljum sjá. Og við erum á hraðri leið í þessa framtíð og það gaman. Það rosalega skemmtilegt að koma inn í verkefni þar sem að finnur hérna meðbyr. Teymið var komið af stað, það var búið að vinna gríðarlega góðan undirbúning og nú erum við farin að hlaupa og getum hlaupið hraðar og hraðar. Ísland.is hefur einfaldlega það markmið að einfalda líf fólks með því að bæta stafræna þjónustu. Með þessu þá spöðum við tíma okkar allra, okkar sem einstaklinga, fyrirtækja, starfsmanna, stofnana og okkar allra. Við aukum hagræði vegna þess að þetta getur sparað gríðarlega háar upphæðir og þetta jákvæð umhverfisáhrif. Og við höfum sett okkur það markmið að Ísland komist í allra fremstu röð. Við erum að horfa á lausnir eins og Norðurlandaþjóðirnar að nýta. Við verðum fyrirmynd annarra þjóða og við vitum það. Við höfum þekkinguna, við höfum færnina, við höfum innviðina og við erum fljóta að fara af stað. Við vitum það, við erum lítil þjóð, við erum kvik og við getum á tiltölulega stuttum tíma komist í hóp allra fremstu þjóða í heiminum. Og við höfum heima í fjármála- og efnahagsráðuneytinu sem ég vil nú reynda að kalla tæknimálaráðuneytið. Þetta orðið stór málaflokkur, skiptir okkur öll miklu máli og þannig ég segi þetta í bæði gríni en þó nokkur alvöru að Bjarni sé minn tæknimálaráðherra. Teymið okkar, við erum lítið teymi, við erum í dag 8 manna teymi og má deila því að við erum að bæta við einnig nýrri stöðu, þjónustustjóra Ísland.is til þess að bæta og hjálpa við að kynna þessa þjónustu og hjálpa fólki og fyrirtækjum í landinu að nýta betur þá stafrænu þjónustu. Vegna þess að við áttum okkur á því, það ekki nóg að tækni sín til staðar. Við þurfum að hjálpast að koma þessum lausnum á framfæri, hjálpa fólki á öllum aldurshópum, hvar sem fólk statt í þjóðfélaginu að nýta sér þessar lausnir og þessa tækni. En við erum líka mjög stolt af því að þetta lítið teymi og þannig þetta hugsað. Við sjáum fyrir okkur að þetta sé áfram lítið teymi af verkefnastjórum og stjórnendum, en við vinnum með þverfaglegum teymum úr atvinnulífinu. Við fórum núna í byrjun árs í stórt þverfaglegt útboð þar sem að við réðum inn í gegnum rammasamning raunar fyrsta sinna tegundar þar sem að var farið eftir svokallari kvikri aðferðafræði þar sem við erum ekki að bjóða ákveðið verkefni heldur erum við að auglýsa eftir þverfaglegum teymum úr atvinnulífinu og þetta voru 18 teymi úr atvinnulífinu og hér má sjá fyrirtækin, nokkur af þeim fyrirtækjum og undirverktaka sem hafa verið að vinna með okkur. Og það sem mér finnst skemmtilegast við þetta fyrirkomulag að sjá samvinnuna hjá þessum fyrirtækjum. Ég hef stundum lýst þessu svolítið eins og að vera valinn í landsliði. Við þekkjum það í félagsliðunum og þessi fyrirtæki eru á markaði ofta að keppa sín á milli. Þannig það líka í félagsliðunum. Þegar út í félagsliði þá keppuru, það hatur barátta boltan og mörkin og sigrana í leikjunum við næsta félagslið. En þegar þú ert valinn í landsliðið,
þá fara allir að vinna saman. Og það hefur verið ótrúlega skemmtilegt og flott að sjá þessa öflugu samvinnu, þessara ólíkru fyrirtækja, allt frá stærstu fyrirtækjum landsins yfir í pínulítil hugbúnaðarhús og hvernig það vinnur saman. Enda eru þetta sameiginlegir hagsmunir okkar allra, þetta eru sameiginlegir fjármunir okkar allra sem við erum að vinna úr og þess vegna skiptir þetta mjög miklu máli. En til þess að komast áfram, þá þurfum við að hafa leiðarljós. Og mér langar að segja ykkur örstutt frá því hver okkar megin leiðarljós eru í þessari vegferð. Númer 1. Við erum að byggja alla okkar þróun á opnum hugbúnaði. Og það er mjög gaman að segja frá því að við höfum nú opnað allan kóða á bakvið nýjan vef island.is með það leiðarljósi að aðrar stofnanir, fyrirtæki, almenningur geti jafnvel nýtt sér þennan kóða og það sé ekki verið að kaupa sama hugbúnað aftur og aftur af hinu opinbera, heldur getum við nýtt á fjármuni sem fara í áframhaldandi verkefni í það að byggja ofan á þennan hugbúnað sem er til staðar og endurnýta hann og verið þannig mun skilvirkari í öllum okkar verkefnum. Við ætlum okkur að opna vefþjónustur ríkisins. Vegna þess að leið og við erum búin að opna vefþjónustur, þá er hægt að fara að búa til virðisaukandi lausnir ofan á þau gögn og þannig hugbúnað sem ríkið hefur skapað. Þannig getur atvinnulífið komið inn og byggt ennþá flottari og betri lausnir heldur en ríkið gerir og á að gera. Við byggjum ákveðin sameiginlegan grunninnviði en svo tekur atvinnulífið við og getur bætt betur. Með því að opna þessar vefþjónustur svokallaðar, þá byrjum við á þeirri vegferð að frelsa gögn úr lokuðum kerfum. Það er einfaldlega staðreynd að það er allt of mikið af gögnum út allt. Í ýmsum kerfum, gagnagrunnum, vefjum sem eru lokuð inni. Og ég fullyrði það að það mun hafa gríðarleg áhrif á verðmætasköpun í samfélaginu þegar okkur tekst að leysa þessi gögn úr læðingi þannig að fólk, fyrirtæki, stofnanir, einstaklingar og svo framvegis geti nýtt þessi gögn til góðra verka. Og við þurfum að leysa úr hindrunum sem til staðar fyrir því að opna fyrir gögn. Og númer 4, að þá erum við að horfa á notendamiðaða hönnun. Þetta er lykilatriði. Ég nefndi á 163 stofnanir ríkisins. Það segir sig sjálft að þinn almenni borgari veit ekki alltaf hvar hann á að byrja, hvert hann á að leita. Þannig að við þurfum að hugsa þetta ekki út frá stofnunum eða kerfinu sem slíku, heldur hugsa þetta út frá notendunum og hjálpa honum að tengja saman ólíka stofnanir og ólíka nálgun. Þannig að við þurfum að horfa á notna með hönnun, eins og þið sjáðu hér eru svokallaðir lífsviðburðir sem verða kynntir betur á eftir. Og þá ætla ég að segja ykkur aðeins frá þessari stafrænu verkfærakistu sem við erum að búa til, byggja upp og hvernig hún getur nýst stofnunum og öðrum aðilum. Ég vil í dag kynna nýjan vef island.is í svokallaðri þróunarútgáfu eða beta-útgáfu. Hann er í dag, frá með deginum í dag, opinn öllum, þannig að þið getið farið inn á island.is og Jónatan ætlar að koma hérna eftir og segja ykkur ennþá betur frá honum. En við ætlum að fá að sjá síðan örstutt myndband sem að lýsir aðeins þessari sýn fyrir okkur. Beint að efninu. Vantar þig sakavottorð, ertu að flytja lögheimilið þitt, sækja fæðingarorlof eða þarft að framlengja lífsseðil? Vissir þú að það er til staður þar sem getur nálgast alla þessa þjónustu? Já, og sömuleiðis upplýsingar fasteigna þína, námið, heilsufarið og skattinn. Sóttum alls konar leyfi, skilríki, vottorð og lífsseðla, allt á einum stað. Það þarf nefnilega ekki að vera flókið. Þú ferð bara inn á island.is. Nýtt og endurbætt island.is er vettvangur fyrir alla opinbera þjónustu. Öruggt og aðgengilegt svæði þar sem þú getur nálgast öll þín gögn og gengið frá þínum málum hjá hinu opinbera. Og þetta er bara byrjunin. Svona virkar island.is. Þú færð yfirlit yfir alla þjónustu hins opinbera á einum stað, óháð stofnun. Þú getur gengið frá þínum samskiptum við ríki og stofnanir í sjálfsafgreiðslu. Þú getur nálgast allar þínar upplýsingar, gögn og stöðu umsókna. Þannig takmörkum við pappírsnotkun, umsýslu, ferðir milli ólíkra stofnana og óþarfa flækjustig.
Þetta á ekki bara við einstaklinga. Ísland.is stórbætir aðgengi fyrirtækja að allri opinberri umsýslu. Hægt að stofna fyrirtæki algjörlega rafrænt og sækja inn ýmsu leyfi hjá ólíkum stofnunum. Þetta gerist auðvitað ekki allt í einu. Smá saman bætum við þjónustuna og aukum upplýsingaflæðið með góðri samvinnu. Straumur upplýsinga frá opinberum stofnunum og ráðuneytum tryggir að öll gögn séu uppfærð, samræmd og örugg. Þannig geta stofnanir unnið saman í stað þess að senda fólk erindisleysu með endalausar umsóknir milli mismunandi bæjarfélaga. Þannig verðum við öll á sömu síðu og komumst á einfaldan og öruggan hátt beint að efninu. Ísland.is Þannig að þetta, Ísland.is, nýji vefurinn, eitt af þessum tólum í okkar verkfærakistu sem getur strax byrjað að gagnast ykkur öllum. Við viljum gjarnan fá endurgjöf á hann. Við erum í svona þessum þróunarfasa, þannig að þið getur öll sent inn ykkar ábendingar og tillögur hvernig við getum stöðugt bætt hann. Vegna þess að við erum bara rétt að byrja þessa vegferð. En grunnkerfin, gögn og sértæk þjónusta, hún áfram hjá stofnun. Þannig að þrátt fyrir að við séum með þessa miðlæga þjónustuvef Ísland.is að þá liggur sérþekkingin, gögnin og fleira hjá stofnunum. Það sem lykilatriði að þessi gögn flæði á milli. Og við nefndum hérna áðan X-Road eða strauminn og við erum hann komin upp, tilbúinn. Fyrstu stofnanir eru byrjaðar að tengja straumnum og straumur einfaldlega samskipta og öryggislag þannig að gögn og upplýsingar geti flætt á milli stofnana óhindrað á öruggan hátt en á staðlaðan hátt einnig. Þannig að það þurfi ekki hver stofnun að tengjast, það þurfi ekki allar stofnunar ríkisins að tengjast til skattsins. Heldur sé þetta einn upplýsingastraumur, upplýsingahraðbraut sem að stofnanir og aðrir geta tengst inn á til þess að fá aðgang að gögnum. Og það er mjög spennandi að sjá hvernig þróun verður í þessu núna á næstu misserum og árum. Þegar við sjáum stofnanir á borð við Þjóðskrá, Landspítalann, Heilsuveru, Skattinn, tengja straumnum og byrja að geta deilt og miðla upplýsingu sín á milli á miklu öruggari og einfaldari hátt heldur en áður hefur verið hægt. Þannig að straumurinn er einn af þessum tólum í verkfærakistunni okkar til þess að auka aðgengi fólks að stafrænni þjónustu. Við erum að búa til fyrir þá sem í hugbúnaðarþróun, hvort sem það hjá hinu opinbera eða einkaaðilum. Við erum að opna fyrir vefþjónustunni sem opinbera og þetta snýr að því að einfaldlega búa til lista yfir allar þær þjónustur sem til staðar eru. Að búa til lista yfir öll gögnin. Að búa til þróunar handbækur eins og við sjáum stærri fyrirtæki út í heimi gera, Google, Facebook og þessi stóru fyrirtæki. Þau eru með sérstakar handbækur fyrir fyrirtæki og fólk sem við tengjast og byggja ofan á þeirra lausnir. Og þetta sjáum við fyrir okkur hjá ríkinu í dag. Nú, við erum sömuleiðis að styrkja innskráningar og umboðskerfi vegna þess að við sjáum fyrir okkur heim þar sem að ef ég byrja mína vegferð að leita opinberri þjónustu inn á Ísland.is, ég skrái mig þar inn með rafrænum skilríkjum í gegnum nýtt innskráningar og umboðskerfi. Sama kerfi veitir mér aðgang á öllum öðrum stofnunum, hvort sem það Heilsuvera, Þjóðskrá, Hagstofan eða Skatturinn. Og ég geti á mjög einfaldan hátt flakkað á milli án þess að þurfa að fara á skrá mig inn aftur og þar geti ég byrjað að flakkað á milli og nýtt á þjónustu. Nú, Bjarni nefndi hérna stafræna pósthólfið og við erum að fara í þá vegferð núna að stórefla það til þess að gera öllum opinberum aðilum kleift að senda stafræn gögn og þau verði jafn hátt sett og það að senda bréfpóst á lögheimili. Þannig að þetta stórt atriði sem við erum að leggja áherslu á. Mínar síður, enn eitt dæmið þetta tól í verkfærakistunni. Mér skilst að það sé í dag til það bil 74 mismunandi síður hjá hinu opinbera. Það segir sig sjálft að það of mikið fyrir hina almenna borgara að vita hvert hann á að fara. Það verða heldur ekki ein endilega, en við þurfum að finna þennan milliveg þannig að við séum að samnýta hlutina og séum ekki öll að finna upp hjólið hvert í okkar horni. Þannig að við erum að byggja þarna ákveðna innviði fyrir mína síður sem stofnanir geta sent gögn til, en einnig nýst sér okkar lausnir við það að þróa sjálf. Þarna inni verða líka skilaboð, áminningar, samskipti. Hugsaðu hvert uppáhalds stafræna þjónustan ykkar eða appið ykkar. Að þú getur fengið áminningu það hvað þú ert eftir að gera. Þú ert eftir að skila skattskýrslunni.
Þú ert búin að sækja hvernig er staða umsóknar. Ég hef búin að sækja fæðingarorlofi, hver er staðan? Hvað á ég að gera næst? Og svo framvegis. Ímyndu ykkur þann heim að vera með þetta í farsímanum og þú farið einfaldlega áminning það, heyrðu, þú ert ekki búin að skila skattskýrslunni. Ætlar ekki að gera það í dag. Og tímabókunarkerfi, það er önnur hugmynd. Bankarnir til að mynda hafa tekið þetta upp núna á mörg fyrirtæki, sérstaklega á þessum síðustu tímum, að í stað þess að þurfa að mæta persónu, ef þú vilt fá persónulega þjónustu sem að raunverulega og sannarlega þarf áfram að vera til staðar í ákveðnum tilvikum, að þá getur einfaldlega að panta tíma hjá stofnuninni og farið og hitt fólk. Nú eða hitt einfaldlega starfsmannsstofnunar í gegnum fjarfund. Þannig að það eru svona miðlægar þjónustu sem við erum að búa til þess að hjálpa stofnunum að veita ennþá betri þjónustu. Annað dæmi er snjallmenni. Margir eru farnir af stað nú þegar í flotta vegferð með snjallmenni, en við sjáum fyrir ykkur að tengja þau allt saman. Það væri mjög taktist ef ég fer inn á vef þjóðskrár til að mynda og spyr einhverjar upplýsingar, en svo kemur snjallmennið þar sem tekur á móti mér að það segir, heyrðu, nei, þú átt að tala um skattinn og þessar upplýsingar. Og hann getur sendt mig sjálfkrafa í snjallmenni hjá skattinu og tengt hann á milli og tala saman. Svona framtíð sjáum við fyrir okkur í þessum heimi. Og það eru margar flottar svona lausnir sem við getum unnið saman í því að búa til. Og hér að lokum að þá sjáum við fyrir okkur að á næstu árum verði byggt nokkuð konar markaðstorg fyrir hugbúnað. Ég nefndi dæmi þessi stóru tæknifyrirtæki úr Kísildalnum, þar sem ég bjó áður, Google, Facebook, LinkedIn og þessi fyrirtæki. Flest þeirra hafa byggt upp það sem er kallað markaðstorg eða plattform til þess fyrir aðra til þess að búa til lausnir, hugbúnað, upp, ofan á. Og þannig sjáum við fyrir okkur að einkaaðilar geti komið inn, byggt á okkar hugbúnaði, bætt við hann og búið þannig til markaðstorg fyrir hugbúnað sem að nýtist almenningi og fyrirtækjum. Þannig þetta er hluti af þeirri vegferð og þeirri verkfærakistu sem að við erum að búa til þess að komast á leiðarenda. Að lokum, til þess að gefa ykkur smá innsýn, vegna þess að þetta er svo margt, þetta er svo yfirgripsmikið. Og mér líður stundum í vinnunni eins og við vitum ekki alveg hvar við erum að byrja. Það er í mörg horn að líta, það eru mjög þörf verkefni, það þarf að forgangsraða, en bara svona örstutt til þess að segja ykkur frá hversu mörg og yfirgripsmikil verkefni þetta eru, að þá er þetta ætlaði að sýna ykkur svona smá lista, svona okkar vegvísi af því verkefni sem við erum að vinna að núna bara strax í haust og vetur og á næstu misserum. Og þetta er langt í frá tæmandi listi. Hér má sjá nokkur af þeim verkefni sem eru núna á döfinni strax á næstu mánuðum. Við erum að opna vefinn í dag, mínar síður öflugri. Við erum að taka fyrstu skrefin með sýslumönnum og þjóðskrá í rafrænum þinglýsingum. Það mun komast til framkvæmda í áföngum, það gerist ekki á einni nóttu og margt fleira. En það er líka app á leiðinni, það mun koma app á næsta ári. Við erum að vinna í stafrænu ökunámi, að það verði ekki lengur í bókaformi með samgöngustofu. Skilavottorð og ökutækja, þarna er ferli sem ennþá er á pappír. Prófskírteini úr háskólum, að þú getur farið rafrænt inn á mínasíður á íslandi.is og fengið prófskírteini þín. Fjölskyldumál hjá sýslumönnum, oft eru flókin fjölskyldumál þar sem margir koma að. Þetta eru að vinna í því að gera stafrænt. Umsókn vegabréf, byrjum þar þó að ég sjáum fyrir mér þessa framtíð með stafræna vegabréfi sjálft, að þá byrjum við á umsókninni. Rafrænar þinglýsingar, búin að tala um það. Menntaveru, það er uppi hugmyndur skemmtilegar hugmyndur menntaveru eða gagnagrunni í menntamálum. Réttargæslugátt sem verður fjallað hérna í fyrirlestri á eftir. Það er verið að vinna flottum málum með landlækni í tengslum við sjúkraskrá. Það er verið að vinna að skemmtilegum málum í félagsmálaráðuneytinu og barnaverndarstofu í tengslum við barnavernd. Það er verið að vinna með fjársýslunni og skattinum að fjármálum á Ísland.is. Tryggingastofnunum með flott verkefni í gangi, sjúkratryggingar, við erum að huga netörygginu og svona gæti ég haldið áfram og áfram. Og þetta sýnir ykkur bara brot af þeim verkefnalista sem við erum með. Hann er langur, sum verkefnin eru smá og við höfum getað sýnt hann núna þessu ári að við höfum getað klárað mörg eins og ökuskírteinin, ferðagjöf, loftbrú og fleiri verkefni núna á stuttum tíma. Sum þessara verkefni eru þannig að við getum klárað það hratt og örugglega, önnur eru stærri og flóknari og taka lengri tíma. En við erum hafin í þessari vegferð, ætlum okkur að hlaupa eins hratt og við getum, en þó þannig að það sé gert á öruggan og skilvirkan og góðan hátt.
Þannig að með þessu, að þá tel ég að við komumst smám saman beint að efninu og verðum öll á sömu síðunni. Takk fyrir kærlega. Takk fyrir þetta, Andri, kærlega. Mjög áhugavert virkilega og líka gaman að þú talar að nýta kraft smæðarinnar sem er alltaf svo flott. Við erum svo lítið og kvikt samfélag. Það er ekkert langt á milli manna og framfærið þurfa að fara styttrilega hér en annars staðar. En það eru nokkrar spurningar sem ég langar að skjóta á þig. Já. Fyrsta heldur þú að við sjáum pappírslaus viðskipti í heilbrigðisþjónustunni á næstu misserum? Ég tel að við munum sjá pappírslaus viðskipti, já. Hvenær það verður nákvæmlega, það verður tímanlega í ljós. En þetta eru svona kannski þessi stóru málaflokkar sem eru flóknari að breyta. En það er virkilega góð vinna í gangi hjá landlækni, hjá Landspítalanum, hjá mörgum af þessum stofnunum sem að koma að þessum málum. Þannig að ég er sannfærður það að við munum á næstu árunum sjá þetta sem algjörlega pappírslausan heim. Verða til rafræn nafnskírteini með tryggri rafrænni undirritun fyrir alla borgara og allar opinberar stofnanir svo þessir aðilar geti farið að skiptast á skjölum og þinglýsa rafrænum skjölum. Og þetta er geggjuð spurning, þú sér það nú bara þarna, það er einfaldar heldur en að ég sé að lesa hérna klukkutíma spurningu. En eins og rafræn nafnskírteini, er það, og öll skírteini, munum við sjá þau? Já, ég held að það sé engin spurning. Alveg á sama hátt og við erum mörg hver farin að nota kreditkortur okkar í snjallsíma, að tækninni fleygi fram. Ég veit að það er núna verið að vinna stöðlum í Evrópusambandinu sem að setja bara alþjóðlega staðla rafræn nafnskírteini. Við fylgjumst mjög náið með þeirri umræðu og það eru samtöl og viðræður í gangi, veit ég, hjá okkur og Þjóðskrá og fleirum það að koma á fót rafrænum nafnskírteinum og almennum skírteinum. Ef við taka þetta áfram að þú talar um mörg hver að nota kreditkort í síma sem er líka hugmynd, við getum einfaldað skattakerfið. Nú á ég og rek lítið fyrirtæki sem heitir Naglbíturinn SLF, stór samsteypa alveg. Má ekki sjá fyrir sig þegar ég kaupi mér rafmagnsgítar í hljóðfærahúsinu eða eitthvað að nótan fari bara automatist á skattinn svo ég þurfi ekki að vera að prenta þetta út og finna þetta og láta einhvern bókara í Garðabæ hafa þetta svo einu svona ári allt og seint. Já, ég myndi segja að þarna væri tækifæri fyrir einkaaðila að koma að. Vegna þess að ef þeir hafa aðgang í gegnum þig, til dæmis ef þú veitir einhverjum upplýst samþykki að því að senda gögn til skattsins fyrir þína hönd eða fá gögn frá skattinu fyrir þína hönd, að þarna væri rauninni að mínum mati frábært tækifæri fyrir einkamarkaðinn að búa til virðisaukandi lausnir ofan á gögn og hugbúnað hins opinbera. Frekar heldur en að þið opinbera búi til allar þessar lausnir sjálft. Algjörlega, og mjög skemmtilegt sem þú talar um að ríkið búi til grunninn og við hinni eða hinnir stimplum eitthvað ofan á sem fólk vonandi nýtir. Lokaspurning, þú talar um Finna og Eist áðan. Hvað af þessu sem þú nefnir er komið í gagni til dæmis hjá Finnum? Já, númer 1, þá er það straumurinn eða X-Rot, að það er samstarf sem er hjá Finnum og Eistum. Það eru þessar 2 fyrstu þjóðir til þess að innleiða það. Nokkrar aðrar þjóðir farnir að undirbúa það og við erum þar sennilega fremst í flokki. Þannig að það er eitt og þeir eru líka komnir mjög framarlega með því að deila gögnum. Í Eistarnir, gaman að segja, þeir eru komnir með rafrænan ríkisborgararétt. Þú getur verið svona svokallar e-citizen hérna hjá Eistunum. Þannig að þeir eru komnir mjög framarlega í þessum málum. Þannig að það er margt flott að gerast. Yndislegt, Andri, takk kærlega fyrir þetta.